sem beittu sömu leikaðferð og gegn Þór í undanúrslitum voru betri aðilinn frá upphafi leiksins. Grindvíkingar komu á óvart og sóttu KR-inga framar á völlinn en búast hefði mátt við þar sem þeir voru fyrirfram taldi með veikara liðið. KR-ingar tóku þó ekki mikla áhættu því Grindvíkingar voru ekki komnir í úrslitaleikinn að ástæðulausu. Þó KR-ingar hafi verið mun meira með boltann náðu þeir ekki að skora í fyrri hálfleik. En besta færi hálfleiksins fékk Hilmar Björnsson á 39. mínútu þegar hann komst einn inn fyrir vörn Grindvíkinga en ágætt skot hans var varið af Hauki Bragasyni markverði á hreint stórkostlegan hátt. Rúnar Kristinsson sem naut sín vel frammi átti gott færi skömmu fyrir leikhlé en boltinn fór yfir. Gaman að sjá svo flinka mann í framlínunni eins og Rúnar. En staðan í leikhlé var markalaus og pressan sem var að skapast að marki Grindvíkinga í fyrri hálfleik hélt áfram í þeim síðari og þrátt fyrir að boltinn hafi farið í stöng KR-inga eftir góða sendingu fyrir mark þeirra á 7. mínútu þá voru það þeir sem skoruðu fyrsta mark leiksins á 9. mínútu síðari hálfleiks og það var Rúnar Kristinsson sem gerði það eftir undirbúning Heimis Porsa sem var ásamt Daða Dervits besti maður vallarins í dag. Grindvíkingar gáfust ekki upp þrátt fyrir markið á 14. mínútu átti Þórarinn Ólafsson gott skot að marki en ekki fór boltinn í netið. Á 30. mínútu kom síðan róttök KR-inga þegar Heimir Porsa átti góða sendingu á Einar Þór Danielsson sem kom inn á sem varamaður fyrir James Beck og Einar gerði engin mistök, hann skoraði örugglega fram hjá Hauki markverði. Staðan 2-0 og KR-ingar sáu bikarinn í höndum sér en Grindvíkingar börðust heittilega þar sem eftir liði leiks og þeir áttu nokkrar góðar tilraunir undir lokin en ekki vildi boltinn inn. Það var því söguleg stund þegar Eyjólfur Ólafsson dómari flautaði til leiksloka og 27 ára bið KR-inga eftir stórum titli var á enda og það var því von að KR-ingar fögnuðu innilega í leikslok. Hvernig að leggja upp 2 mörk í úrslitaleik? Bara, hvað ég sagði, bara mér finnst gaman leggja. Það gekk ekki nógu vel í fyrri hálfleik, þið skoruðu ekki en svo komið til seinni. Já, við vorum líka að passa sig. Þetta er annar lið hvað er búin að slá 3 lið fyrsta þátt út. Það er bara að byrja að róla svona.